Í dag ætlum við að nýta flugu sem er mikið notuð í flugunýtingakeppnum í Bandaríkjunum. Mér minnir á hún sé upphaflega þaðan. Ástæðan fyrir því að hún er mikið notuð í slíkum keppnum er að hún er alveg ofboðslega einföld í nýtingu og inniheldur mjög fá efni. Þetta er fluga sem heitir Sexy Waltz Worm. Er afbrigði af annarri flugu sem heitir Waltz Worm. Þessi er örlítið meira disco, skulum segja það. Krókurinn sem við notum er frá Arex og heitir F2550. Þetta er stærð 12. Þetta er svokallaður jig krókur. Hann er frábrugðinn þessum hefðbundnum krókum að því leytinu til að hann er beygður hérna niður og við notum tungstenkúlu á þessa króka sem gerir það að verkum að krókurinn snýst við þegar hann veiðir, það er að segja þegar hann er að sökkva og veiðir þannig á bakinu og á að koma í veg fyrir að fækka festum að minnsta kosti sem er mikilvægt þegar við erum með tungstenkúlu á endanum. Þessi kúla er 2,8 mm og er silfurlituð eins og glöggir taka eftir. Við notum bleikan þráð, þetta er fluorescent pink, skín mjög skært þegar sólarljósið fellur á hann. Byrjum að festa hann niður. Og í vöf ætlum við að nota perlu flasabú. Tökum einn þráð úr og festum hann niður. Það er eitt sem er vert að hafa í huga þegar við nýtum kúluhausa. Það er að því grennri sem við höfum búkinn, því hraðar sekkur flugan sem skýrist einfaldlega því að því breiðari sem búkurinn er því meiri mótstaða er í vatninu. Það er ágætt að hafa það í huga þegar maður er að nýta þessar flugur. Mér finnst fallegast að hafa búkinn á þessari flugu í svona grennra lagi. Og búkurinn, hann er úr íkorna, grár íkorni. Upphaflega var notað héri og andrón, held ég alveg örugglega. Blanda af héra og andróni. Og vissulega má nota héra og íkorna og í rauninni bara það sem er við hendina hverju sinni. Byrjum að gera núðlu og höfum hana í grennri kantinum. Betra að setja lítið í einu og bæta við heldur en að þurfa að taka í burtu. Mér finnst fallegast að hafa búkinn þannig að hann er grannur, byrjar sem grenst og breikkar eftir því sem framar kemur. Svona tökum við flassabúið og vefjum því fram.
Nú þá komum við að ástæðinu fyrir því að við erum með bleikan þráð. Hún er svo að við ætlum að hafa hotspot hérna beint fyrir aftan kúluna. Og áður en við ljúkum við fluguna þá nýtum við nokkra vafninga. Þannig að bleiki liturinn skíni vel í gegn. Hnúturinn. Þessar jigflugur eru oftar en ekki mjög einfaldar í nýtingu og innihalda ekki mörg efni. Gerir það að verkum að þær eru yfirleitt mjög fljót nýtar sem að eiginlega alltaf kostur. Einn dropa lakki. Þá Sexy Waltz Worm tilbúinn og klár í bóksið.